Martin, lokahópurinn svona opinberlega klár núna. Hvernig líst þér á þetta nú? Bara mjög vel. Við erum reyndar búin að fá að vita þetta í smá tíma en við erum mjög spenntir og hópurinn þéttur og góður og margir sem gerðu harða atlögu að vera í hópnum og það ekkert sjálfgefið að komast inn á hóp. Þannig að maður bara þakkláttur fyrir þetta tækifæri og ætlar að nýta það til fulls. En þú segir, það svolítið tími síðan að þetta var svona nokkuð ljóst hjá ykkur. Hefur þið fundið samt sem áður að menn hafa lagt allt í æfingarnar? Hefur þið eitthvað dalað eftir það? Já, alveg klárlega. Maður veit ekki hvað gerist á morgun og það gæti eitthvað dottið út og annarkvort veikst eða meiðst eða eitthvað annað og þá verður næstum maður að vera tilbúinn og alveg sama þótt þú sért í 12 manna eða 15 manna hóp þá erum við allir í sama liði. Eins klisjukent og það en við mætum allir á æfingar og gerum hvern annan betri og það er svona markmið með að vera með 15 manna hóp. Að við getum verið ferskir á æfingum og verið á 100% allan tíma. Ferðast á morgun til Finnlands, herragarðurinn drefst þar ykkur upp og það er svolítið meira í kringum heldur en síðast. Er það ekki bara gaman? Jú, það er hrikalega gaman maður og alltaf gaman að fá eitthvað svona flott og þessi jakkaföt frá herragarðinum alveg geggjuð. Og ég hef aldrei ferðast í jakkafötum, þannig að það verður eitthvað nýtt en það á eftir að bústa svona sjálfstraustið og ego og svona að mæta upp stílaður í flug, þannig að þetta verður flott auglýsing maður. Nú ert þú að fara í annað Europaskettið hitt og þú gerir ráð fyrir að þú stærra hlutverki núna. Hvernig svona persónulega, hvernig ferðin í þetta mót? Ég er mjög rólegur sko. Ég nýtti fyrsta atvinnumennskuárið mitt bara mjög vel og lærði fullt af nýjum hlutum og held ég sé svona yfirvegari og reynslumeiri eftir þetta ár og ég er ekkert mikið að stressa mig á einu eða neinu. Ég ætla bara að sýna hvað ég get og hjálpa liðinu og ég held ég sé meira en tilbúinn í það.